Þá tvennt sem ég ætla að fara yfir núna í þessum fyrirlestri. Það fyrra í raun ESLint, sem keimlíkt og stællint, sem segir til þá, hvernig erum við að forrita saman. Ég fekk spurningu á hann, skiptir máli hvort þú sért með single quote streng, svona, eða double quote streng. Nei, sjálfur sem skiptir ekki máli, nema það væri mjög svona, getur orðið svona þrætuepli innan teymis af forritunum ef ég myndi alltaf vera með svona og þú alltaf með svona. Og þá bara, nei, þetta ömurlegt, nei, þetta miklu betra, eitthvað. Þannig að nota ESLint bara svona linting yfir höfuð. Við gefum okkur einhverjar svona rules for the road og við bara fylgjum þeim. Segjum bara eitthvað, við erum sammála þetta. Annars það bara, ok, breytum þessu, en breytum þessu þá bara einu sinni og hættum svo að, þrætum það. Og það svolítið sem að ESLint leyfir okkur að gera. Þannig að ESLint eins og stællint þannig að við setjum upp einhverja pakka, við setjum upp config fyrir það sem segir hvernig við notum þessa pakka og svo keyrum við þessa pakka og í raun bara látum þetta hjálpa okkur við það að skrifa consistent forrit. Þannig að þá fer ég hérna og þá sé ég hérna strax, það einhverja villur í gangi. Og ef ég opna hérna, þessa hérna, þá sé ég þetta, til dæmis þetta, ég að skilgreina fall sem hvergi notað. Af hverju þetta gera það? Og þá bara fer það eftir hvað ég að gera. Er ég að gera þetta, eitthvað tímabundið eða eitthvað svoleiðis, eða hver veit. Það inconsistent indentation, hérna 4, hérna 2, hún segir hérna það eiga að vera 2. Það reglan sem gefin. Vantar semikolon, við ætlum að nota semikolons. Það vantar eitthvað hérna og unreachable code. Þannig að þetta hjálpar okkur með alls konar. Ég sé þetta hérna út af því að það til ESLint RC skrá hér og ég með ESLint extensionið uppsett. Ef ég slekk á því, þá hætti ég að sjá þetta hérna. Nei, hérna. Og getur bara verið að ég sé bara eitthvað rosalega góður forritari. Þeir eru að gera fullt af einhverjum svona kjána mistökum eða svona ekki að forma þetta rétt. Þetta ekki kjána, þetta bara, ég ekki að gera þetta eins og forskriftin Þá getum við, alveg eins og með stællint, við erum með eitthvað svona skrift hérna. Hérna getum við kallað það test. Þannig getum við npm run test. Þá keyrir hún ESLint og þá fæ ég nákvæmlega sömu upplýsingar nema bara í command line interface-inu hérna. Og þá sé ég í raun sömu og þetta bara aðeins meira hægfara ferli. Fljótlega að fara bara hér, sjá þetta og svo get ég gert hérna command click og þá get ég, ok, ég ætla að segja að það má vera unused út af því að ég að vinna í þessu. En þetta ekki bara eitthvað sem ég segi hérna bara eitthvað ESLint disable. Það ekki lausnin á þessu, það að actually laga hlutina. Svo eru sömu hlutir sem eru auto-fixable. Og þá get ég hérna bara fix all auto-fixable problems. Þá lagar hún indentation og hún lagar semikommentar. Þá hérna samt hérna, ég ætlaði ekki að gera þetta svona, þetta átti að vera svona. Svo ónotuð breyta, ég ætlaði að segja bara eitthvað return indent. Og nú ekki með neina villur, þannig að þetta búin að laga þetta. Þetta náttúrulega bara eitthvað svona kjánulegt dæmi, en reglan samt svo að við viljum hafa þetta bara engar villur. Og í verkefni 9 gefið ESLint skjal þar sem að þið þurfið í raun að passa ykkur á því að fylgja því. Og þá mæli ég rosalega mikið með því að fá þetta til að virka fyrst. Gera einhverja villu og sjá í raun að þetta verði markað sem villa. Af því ef þið ætla að gera þetta allt í lokin, þá verður það bara alveg rosalega leiðileg vinna. Síðan prettier hérna eitthvað að kvarta. Hvað prettier að kvarta? Eitthvað rosalega villa hérna. Cannot find module prettier. Hann hér, þannig að förum hérna og gerum npm install. Þá þetta vesen út af því að þetta dæmi inn í öllum hinum dæmunum og prettier vill alltaf vera bara í rótinni. Þannig að sjá hvort að þetta sé nóg.
Já, nú Prettier til í tuskið. Þá það þannig að ég get látið Prettier, þú veist, gera margt af þessu fyrir mig. Þannig að núna get ég farið hérna og gert format document og þetta bara lagað. Og þetta Prettier að keyra, ekki ESLint. En ESLint og Prettier eru vinir. Þannig að það hérna config hérna sem að lætur ESLint og Prettier tala saman. Þannig að Prettier sér, já, það er þetta ESLint sem í gangi, ég ætla að hjálpa þér við að halda þessum kóðastíl. Síðan getum við farið svona á næsta level og þá getum við haft hérna sem sagt format on save sem þýðir það að ég get bara verið að skrifa bara eitthvað alls konar hérna, verið bara svolítið einhver kúriki hérna, a jafnt og 1 eða eitthvað alveg út úr q, a plus 1 eitthvað. Svo vista ég, hún bara lagar allt fyrir mig. Þetta, það tók mér langan tíma að gefa upp þessa stjórn, bara leyfa þess að gerast, bara eitthvað format on save. En núna ég bara all for it, sko. Ég mæli með þessu. Þetta er ein leið til að lifa. Þú veist, þetta er bara svona, þú bara dundrar eitthvað út og vistar og hún bara formatur það fyrir þig. Og það er bara frekar næs. Og svo þetta að fara einu skref lengra og það er raunin hægt að gera líka þannig að hún lægi öll autofixable ESLint vandamál hérna. Þá það man ekki alveg ESLint. Já, það er eitthvað fix, nei, ég man ekki. Ég skal bæta inn í þetta hérna dæmi. Nei, ESLint autofix. Þannig að þá það þannig að við lögum kannski bara svona 95% af villunum og þessar 5% skilja eru eftir, eru yfirleitt við kannski að miskilja hlutina, nota eitthvað vittlaust eitthvað og þú veist, þá þetta mest að hjálpa okkur. Þá erum við ekki að slást við það að vera eitthvað, já, ok, ég er með 2 línur, fine, þú veist, 1 lína. Þess að hérna, ef ég er búinn að gera eitthvað rosa mikið og ég er ekki að nota þessa breytu, þú veist, er ég að gleyma mér? Er ég að gera eitthvað sem þarf ekki að gera? Þú veist, það er raunveruleg spurning sem ég verið að spyrja með hérna núna. Þú veist, á að vera að nota þetta. Af því annars, þú veist, get ég bara fjarlægt þessa breytu. Og þá það afleitt stærð af því þegar ég vissi það, ok, ertu þá að nota A? Og svo allt í einu kemst ég að því að ég var bara eitthvað búinn að skrifa fullt af kóða, hann keyrði ekki, en þú veist, það var út af því að ég gerði bara einhver vitleysu. Og þannig getur þetta hjálpa mér við að grípa það eins hratt og mögulegt er. Því fyrr, því styttri verður þessi feedback lúpa og því hraðar getum við komist í gegnum verkefnið. Af því ef það tekur allt bara geðveikt langan tíma, gerir mistök, kompæla, býðir 5 mínútur, sé villuna, þá ég bara farin á Facebook. Þá ég bara búinn að missa athyglinna. En ef þetta tekur bara 500 millisekundur að fá bara eitthvað hérna const a jafnt og 1, þú veist bara eitthvað, já, ok, hún er rauð. Já, ok, að þá samskapi, já, ég er ekki búinn. Býttu. Að vista og, já, ok, býttu. Já, ég er að gera þetta vitlaust. Í staðinn fyrir að hafa farið kannski hérna, eitthvað, reloadað, ítt á takka eitthvað, þetta virkar ekki, og svo, nei, já, ég glemdi bara, þú veist, gera eitthvað svona, eða eitthvað. Skiljið? Ok. Þannig að þetta er mjög gott þegar við erum að, hérna, vinna með JavaScript, alveg eins og bara með Stellint, alveg eins og bara HTML, er bara autoformata dótið fyrir okkur og bara, þú veist, reyna að koma, láta tólinn hjálpa okkur. Tölvur eru mjög góðar í að gera svona, þú veist, ótrúlega basic hluti, þú veist, formata hlutina rétt, þegar það er búið að forrita tólið til þess að gera það. Þetta er í sjálfu sér fáránlega flókið verkefni að formata kóða rétt, bara svona fáránlega flókið. En sem betur fyrir, það er fullt af klárum forriturum búin að gera það fyrir okkur. Þannig að nýtum þá vinnu. Ok. Þá er hitt sem ég ætla að fara yfir, sem er í raun grunnurinn að næsta verkefni, verkefni 9. Og ef við bara skoðum aðeins, ekki hvað ég var búinn að opna hérna, en ok. Er ekki alltaf að spila Magic eða? Wizards of the Coast.
sjá, býtum við, ég einhverju svona. Hérna erum við sett með verkefnið. Það snýst að tala við API, eða sett vefþjónustu. Hérna Application Programmable Interface, sem API stendur fyrir. En þetta sett API sem ég fann hérna, það ekki mikið af einhverjum svona skemmtilegum opnum APIs á netinu, en þetta sett eitthvað sem heitir Open Library og bara eitthvað svona katalóga yfirfullt af bókum, bara bókasafn. Getur fengið lánaðar eða fengið, þú veist, bækur sem eru auto-copyright eða fengið eitthvað svona, ég veit ekki nákvæmlega hvað ég vil bara finna eitthvað skemmtilegt API, hér það. Og við ætlum að tengjast þessu API. Þannig við ætlum að nota þetta til að leita, en nú ætlum við að skoða bara, ok, getum við skoða bara höfunda, hvaða höfundar eru í boði þarna. Og þá opnum við hérna og þetta er þú veist svona API documentation og þá getum við séð hérna að ég get leitað eftir þessu hérna og það er eitthvað hérna .json og þá fæ ég í raun einhver gögn. Þannig að ef við förum svona og gerum bara einhvern, hvað er uppáhalds höfundurinn ykkar? Stephen King, ok. Getum við gert eitthvað svona og þá fáum við tilbaka eitthvað gögn hérna. Ég er með eitthvað svona JSON formater en ef við förum bara í raw data þá fáum við tilbaka eitthvað svona. Og þetta er JSON, eins og við tölum aðeins í seinasta tíma, sem er bara sama úr package.json. En JSON er bara format til þess að geta skipst á strúktúruðum gögnum sem tölvur geta lesið og við sem manneskjur getum líka auðveldlega lesið. Eða svona, kannski ekki svona, en ef ég tek allt þetta, kopía það, fer hérna bara inn í eitthvað annað og þá pikkar hann upp hérna þetta er JSON og ég vissi það, autoformat, já ok, data.json og þá formatum við það. Þannig að þá getum við fara að skoða þetta, þá sjáum við hérna, í grunninn er þetta bara curly brackets, opnast og curly brackets lokast. Þetta er object, þetta er hlutur sem hefur einhver property. Okay? Fyrsta stendur num found. Það er gildi 60. Okay? Hvað getur það þýtt? 60 object. Já, hún fann 60 höfunda. Okay? Byrjunin er bara á 0. stagi. Er talan sem við fundum er hún nákvæm. Þannig að já, þetta voru nákvæmlega 60. Svo fáum við eitthvað docs og það eru síðan bara skjölin sem við verðum að skila okkur. Þannig að þá sjáum við bara aftur, þetta er fylki, þetta opnast á svona bracket og inn í þessu eru sem bara fullt af objektum og hver og einn objekt er í raun að vísa í einhvern höfund og segir hérna þetta er type author, name Stephen King, alternate names, þannig að Stephen King, þannig að við sjá greinlega að þetta er að koma mikið úr einhverjum svona gögnum frá einhverjum löndum. En þetta er greinlega þetta eru svona nöfn sem að Stephen King er þekktur undir. Birth date, 21. september 47, top work, The Shining, top subjects, fiction, fiction horror, Maine, já ég skrifaði aðlega bækur Maine, og þetta eitthvað, og svo kemur eitthvað svona version. Þannig að erum við ekki samanlega, þú veist, þetta er líklegast Stephen King, hrollvekju höfundurinn. Svo getum við haldið áfram og þá kemur einhver annar Stephen King sem skrifaði Þyrsk Grammar and Modern School, Stephen R. King, Helen Taylor's Macroeconomics. Þannig að þú veist, þeir eru greinilega fleiri, það er bara erfitt að heita Stephen King og vera að gefa út bækur. Og við sjáum í raun að það er bara einhver gomma af einhverjum öðrum hérna, Human Performance Improvement, þú veist. Þannig að þarna er raun að fá bara fullt af einhverjum höfundum sem tengjast einhvern veginn. Ok. Þannig að API er leið til þess að taka einhver gögn sem okkur langar til að nálgast og gera þau aðgengileg þannig að við getum forritað viðmót á móti þeim. Þannig að ef þið myndum fá núna verkefnið, þið þurfum að hafa búið til bókasafn hérna, þið þurfum að hjálpa okkur við að tengja það við eitthvað bókasafnskerfi og þá myndið þið byrjaði að spyrja, ok, hvernig eru vefþjónusturnar? Af því að þannig tölum við með okkar vefforritum við önnur kerfi.
Ok. Svo bara til fullt af vefþjónustum fyrir fullt af hlutum. Til þess að sækja veðrið, til þess að sækja fréttir, til þess að sækja eitthvað. Og oft á tíðum þetta bara að tengja saman réttu hlutina og birta réttu gögnin á réttu stöðunum. Og það sem við getum gert sem að tengjast við þetta og birta einhver gögn. Þannig að ef við förum bara hérna og gerum bara eins og áðan og klónum þetta repo, förum bara hérna og opnum Office Code hérna. Þannig að þetta bara það sem gefið. Ef ég keyri npm install þá sæki ég hér eitthvað. Það einhver hlutir hérna. Það gefið sem þetta hérna lint og prettier. Það heitir ekki test þess að ég var með í dæminu. En við getum annarkvæmt breytt þessu svona eða bara keyrt npm run lint. Ég keyri npm run dev og ég fæ eitthvað svona. Bara eitthvað tóman skjá. Þannig að þetta bara eins og verkefni áttur sem við skoðum á. Við ætlum að byrja því að búa til einhvern leitataka hérna uppi, en ég ætla ekki að gera það. Sjáum hvernig við stöndum næsta mánudag. En núna vill ég bara hérna, nú langar mér að taka þessi gögn sem ég var með hér og mér langar að birta alla þessa 60 höfunda hér. Þannig að það sem ég með hérna, þetta alveg eins og áður, nema núna þetta allt í einu scripts / main.js, þannig að ég aðeins búin að breyta hérna hvernig þetta en núna allt í JavaScript inn í þessu. Við erum með eitthvað main.js hérna, ég ætla bara að stroka það allt út úr þessu, af því ég ætla að gera annað, en það sem ég ætla að tengjast það þessu öðruvísi við verkefnið. Og hafið þið ykkar notað vefþjónustur áður? Vefþjónustur? Einhver búinn að skoða námsefnið? Þannig að það vonandi það sem ég gerði í vikunni. Það í raun, það sem við notum heitir fetch. Og fetch bara vefstaðall sem lærir okkur sækjadót. Þannig að við förum inn á MDN, finnum hérna fetch API, að fetching resources, including across the network, new API provides more and flexible feature set. Þannig að þetta notar HTTP. Sáum það aðeins áðan í dæminu, þar sem ég sagði form og við postum því eða getta það. Þess að í HTTP eru svona þessar mest notu aðferðir, post og get. Alltaf þegar ég opna síðu þá ég að gera get requestu. Sjáum það hérna. Allt method get. Svo eitthvað eitt hérna. Hvað skróla hérna? Post. Og þá í rauninni verið að posta einhverju, þá verið að taka einhverju gögn og senda þau á einhvern stað. Ok, við erum ekkert svona að fara að hugsa neitt mikið um það, en post eitthvað ef ég ætla að búa eitthvað til, get þegar ég ætla bara að sækja eitthvað. Og við ætlum bara að vera að sækja hluti. Við ætlum bara að sækja hluti og þá notum við get. Og þá getum við notað fetch, og fetch bara þannig að það tekur inn eitthvað url og það sækir gögnin sem á þessu urli. Þannig að í svona einföldustu mynd, þá getum við sagt hérna, hvað ég að kalla það, bara function main og við ætlum bara að kalla í main. Við ætlum bara að segja hérna console log hello. Þannig að nú sjáum við, nú kemur ESLint og segir, býttu nú, ég ekki með þetta console log hérna. Hérna, unexpected console statement. Af því það regla hérna sem segir no console. Af því yfirleitt viljum við ekki skilja eftir console log. Af því það eitthvað debug frá okkur. Ef við viljum til og með segja eitthvað svona varúð eða eitthvað, þá getum við notað eitthvað console.warn eða console.error eða console.info. Og með console.log meira bara eitthvað svona halló, ég hér, hvað gildi þessu? Þannig að það þetta hérna. Regla sem svona til að hjálpa okkur mun að skilja ekki eftir okkur svona eitthvað debug.
Ef við skoðum bara hérna info warn error og við förum hér og sjáum hérna að þá það í raun mismunandi hvernig það presenterað. Þannig að halló kemur alltaf með einhverju svona, kemur með hvar það átti sér stað og meina bara console.log bara svona alveg ekki neitt. Þannig að þetta svona eitthvað, til dæmis ef þú að gera webforrit þá bara eitthvað algjör villa sem getur komið upp, þá getur þú haft þetta sem svona escape hatch, það sem getur sagt notandanum bara eitthvað, heyrðu, prófa hérna að opna console, gera svona og segðu mig hvað stendur hérna í rauða. Þá getur ég sagt, þá getur þú hugsanlega fundið út hvað bilaði. Vildur þú frekar nota rauða error í stað fyrir warn eða info? Það bara mismunandi eftir hvað það hvernig að koma til skil? Já, það er góð spurning af því að það að logga vel list. Það bara ekkert annað. Og það í raun hvað viljum við gera við þessar upplýsingar. Og þá kemur í raun, ok, hver að fara að lesa þessar upplýsingar? Ég bara að fara að skera þetta svona og enginn sér þetta nokkurn tímann? Það skiptir eiginlega engu máli. En ef þú ert að fara að keyra einhvern hugbúnað sem einhvers staðar að keyra og getur í raun verið að keyra í nótt og kemur einhver villa og svo farið bara í fyrramáli hérna, heyrðu, það bara brotnaði allt í nótt og gæti ekki gert eitthvað. Þá þarfst þú einhvers staðar að fara að skoða loggin og þá skiptir máli í raun hvaða brauðmólarslóð skildur eftir til þess að geta fundið út, já, heyrðu, ég glemdi hérna villan. Þannig að þar kemur logging og hjálpar okkur. Ok, allavega. Við erum með einhver ákveðna slóð sem þessi hér. Ok? Og ég ætla að segja bara hérna uppi const author API. Hún svona og ég ætla að segja þetta hérna og svo þarf ég bæta við í raun þessu sem ég ætla að query eftir. Ég ætla að búa til eitthvað fetch þá sem ég ætla að taka inn þetta hérna og ég ætla bara að segja hérna bara author og þetta þá vera Stephen King og ég ætla að leita núna og birta þessa höfunda. Ok, ég ætla að byrja því að finna bara hérna nei, þetta má ekki heita þetta finnum hérna, hvað heitir þetta? Það heitir actually main main element document query selector main element. Þá sjáum við þarna, nú bara ESLint á fullu að segja mér bara þú ert að gera mistök, það bara eitthvað róleg ESLint, ég er bara að skrifa. Ok, eitthvað svona. Þá núna til þess að halda í þessu að segja, þú veist, við ætlum að gera þetta svona tiltölulega einfalt, þá ætla ég að segja, núna ætla ég að segja const authors fetch author. Ekki gott, svona. Þetta ætla þá að skilja með einhverju elementi, við ætlum að gera hérna function, fetch, authors, kallum þetta þá kannski frekar query, af því að author gefur til kynna þetta sé bara 1, gerum þetta svona, gerum svona, þannig hérna ætlum við bara að gera return document, create, ok, const list, document create element, UL, og return list, þannig við ætlum að búa bara til UL lista og svo ætlum við að ídra í gegnum alla þessa höfunda og segja list.append child. Ok, þá ég með hérna, ég með einhvern hjálpar gaur í þessum hérna sem býr til element hérna, en ég ætla að nota hann frekar. Ok, ég þarf að importa þau. Import from lib _helpers js Hvað svona UL-listi? Unordered list. Þetta svona í HTML. Ætti að vera kunnlegt. Svona, bara raðaður listi. Kemur oft sem bara svona bullet listi. Ok, þetta hérna getur svo tekið inn heiti, getur tekið inn einhvern object af einhverju, það sem ég get sagt til þess class, foo eitthvað og svo bara eitthvað barn og segjum bara að það er að vera query. Þannig að núna ef við förum hér þá fæ ég bara query, þú veist bara strengin sem ég sendi inn. Þannig að hann á að fara inn og gefa okkur sér fullt af einhverjum öðrum niðurstöðum.
Ok, þannig að það sem ég vil gera er í raun að kallum þetta þá eitthvað annað hérna. Nú get ég gert hérna F2, þá get ég renama þetta. Ég vil kalla þetta create authors list. Þannig nú ætla ég að búa til eitthvað sem að make meira sens að heiti fetch authors. Þannig að þetta ætla að taka við query og actually sækja þessi gögn. En þá segjum við hérna fetch, þá kemur bara eitthvað url. Ég ætla að gera eitthvað url og það er eitthvað. Svona. Ok, ég ætla að byrja að búa til urlið. Þannig að við vorum með þetta hér sem grunninn. Þannig að ég ætla að nota eitthvað sem heitir bara url, jafnt og new url, sem er bara partur, þetta er bara vefstaðall til þess að búa til url. Þá sjáum við hérna url og svo erum við með base. Þannig að ég ætla að segja bara þetta er author API og það sem ég svona og svo ætla ég að segja url. Hvað heitir það? Search params, new search params, nei, url search params. Þá kemur það inn svona og þá heitir þetta eitthvað Q og það er query. Af hverju Q? Af því að við sáum það hérna, að hérna heitir þetta Q. Hann heitir Q hérna. Þá get... Já, þetta er bara sá sem bjó til þessa vefþjónustu. Sagði að til þess að leita að höfundum, það er mjög lítið hérna en ef ég færi þetta hingað, svona, þá er þetta Q hér, er það sem við þurfum að senda inn til þess að senda inn queryið okkar. Það bara er þannig og við bara fylgjum því. Þetta gæti hafa heitið foo eða þú veist, query eða whatever, þú veist, við bara notum það sem það er. Og þá er þetta yfirleitt skjalað eða við sjáum eitthvað dæmi þar sem við getum fundið hvað þetta á að vera. Þannig að nú skulum við gera hérna console log url og svo skulum við gera hérna console log result og þá sjáum við hérna, við erum ekkert að kalla í fetch authors, þannig að hér skulum við segja const data jafnt og fetch authors, svona. Þá komum við hérna setting getter only property search params. Ég er ekki eitthvað villis bara fyrir tímasakir, þá ætlum ég bara að gera þetta svona, þetta er rétt í námsefninu. Þannig að þá er ég raun að taka hérna streng og svo er ég að segja Q jafnt og annur breyta hérna query. Svona. Ok. Url, þá fáum við hérna ref, open library, Q undefined. Þannig ég klúraði eitthvað hérna. Query. Já, þetta endur að senda hana hérna. Svona. Ok. Stephen King. Og svo hitt skilur okkur einhverju promise. Og við erum búin að skoða eitthvað promises í námsefninu. Já. Þess að flókið koncept í svona stóru myndinni. En einfalt svo sem, þú veist, ef við bara svona strípum í burtu öllu svona fræðilegu aspektinu á þetta. En þetta er í raun svona, getur hugsað þetta sem box fyrir gildi sem að mun einhvern tímann í framtíðinni verða til. En í staðinn fyrir það að við séum hérna að þegar við erum núna að kalla í einhverja vefþjónustu og ef við gerum það aftur hérna þá kemur auka frá dev-sörnum þá er hérna, við kölluðum í þessa þjónustu hér. Hérna erum við að kalla í hérna og hérna sjáum við þetta er fyrirspurning sem við gerðum og hérna fáum við í raun sömu niðurstöður og við vorum með áðan. En ef við skoðum hérna lokum þessu bara svona og við gerum aðeins meira pláss hérna þannig við sjáum hér og sjáum við að það að kalli þessa vefþjónustu tók 283 millisekundur. Þannig að frá 0 millisekundinni, frá því að við kölluðum í þetta hérna, hér, þá liði 283 millisekundur, þangað til að það var actually búið að tala við hennar vefþjónustu út í heimi, fá gögnin og sækja það aftur yfir í varun hjá okkur.
og 283 millisekundur heil eilífð fyrir tölvur. Þannig að þá það var ekkert, við getum ekkert bara, hvað er að gera hérna á milli? Þegar ég get ekki bara, þetta gerist og það heldur síðan bara áfram og þá keyrir bara næstu línu kóða og svo fer bara forritið og bíður. Og það bíður bara eftir eitthvað gerist. Þannig að það sem við þurfum að geta gert er í raun að segja, þegar það er búið að sækja þetta, hvort að maður tekur 10 millisekundur, 280 millisekundur eða 2 mínútur, þá viljum við gera eitthvað þegar þetta gerist. Þannig að á meðan, þá þurfum við að oft gerum við eitthvað svona, við segjum hérna sæki gögn eða eitthvað svona, bý til eitthvað svona loading state. Það sem er í raun að því að við erum að sækja eitthvað og þetta gæti verið hægt. Þegar nú geti ég farið hérna í network og ég geti sagt throttling og ég geti sagt ég er bara á góðu 2G neti og ég keyri þetta aftur og hvort er þetta? Já, ég þarf að hreinsa hérna. Segjum bara að við erum bara á GPRS. Þá allt í einu fer bara allt að taka geðveikt langan tíma. Þá núna bara að emulata það að ég sé bara á hræðilegu networki sem tók 6,5 sekúndu að sækja bara JavaScriptið mitt og svo er ég ennþá að bíða eftir þessu. Þetta er ennþá í vinnslu að sækja eitthvað stærðan út í heim. Og hafið lent í þessu. Þeir eru það sem er geðveikt lítið net og það er eiginlega verra að hafa geðveikt lélegt net en að hafa ekkert net. Af því þá eru alltaf með einhverja hvíta skjái. Birtist eitthvað en ég var búinn í þetta reload, nei, þú veist. Eða kemur eitthvað inn, svo ítið einhvern link og það dettur út. Þetta er svona Li-Fi, stótt kallað. Þetta er svona leganet. En þarna er í raun út af því að ef við hugsum þetta alltaf bara eitthvað, ég er á geðveikt góðu interneti. Það tekur allt undir 500 millisekundur sem ég geri. En svo ferðið bara eitthvað sem er bara lélegt netsamband, bara upp á hálendi eða til land sem er bara, þú veist, við erum alltaf fáralega vel sett hér. Það sem er bara miklu hægara net, þú veist, og hvað þá? Þegar ef við erum alltaf að gera ráð fyrir allt gangi ekki að hratt, en það gerir það ekki, að þá fær viðmótun okkar að brotna á svona skringilegan máta. Þannig það sem við þurfum að gera sem forritarar er að hafa í huga þegar við erum að fara að gera hluti sem geta tekið tíma, eins og það að sækja gögn með vefþjónustu. Og í verkefninu ætlum við að setja bara eitthvað svona einfalt, bara eitthvað, sækja gögn. En núna ef við bara förum aftur í okkar raunveruleika, sem er bara 280 millisekundur að sækja sér gögn, eða svo. Og við hugsaum, ok, hvað gerist hérna? Við fáum þetta promise sem er pending, sem að þýðir í raun bara það er í vinnslu. Það mun á einhverjum tímapunkti líklegast eitthvað gerast. Það geta 2 hluti gerst. Það getur resolvað, sem þýðir í raun að við fáum gögnin tilbaka sem við báðum um, eða það getur þróað, sem þýðir í raun að það komi upp eitthvað villa. Og það eru 2 leiðir til að vinna með promises. Við getum sagt then, sem er þá í raun hvað gerist þegar það er fulfilled, svo það er uppfyllt. Og þá getum við tekið inn og þá er þetta í raun fall. Þá er þetta yfirlega skilgreitt svona eins og svona event handler. Þannig við getum sagt hérna eitthvað data og svo kemur nafnlaust fall eins og við sáum í seinasta tíma. Við getum sagt console.log data og svo getum við sagt catch og þá getur ég sagt error og þá segi ég console error error. Nú kerum við þetta og þá fáum við hérna og þarna leiði einhver smá stund og við fengum response og það er einhver response hlutur sem segir í raun bara hérna ok, það er eitthvað body, það er oak, það er status 200 sem þýðir í raun í HTTP að það sé í lagi og það er oak sem er bara heitið á þessar 200 stöðu og það er þessi hérna slóð. Þannig að þetta gekk þetta upp. En við fáum ekki gögnin, okkur vantar þau. Þannig að þá er þetta oft kallað response, eða res, bara response. Og það kemur frá því að HTTP er request response model. Sem við búum til request og við fáum tilbaka response. Og þarna erum við að fá responseið, við loggum það út. Og þá sjáum við, þú veist, það skiptir ekki máli að hafa þessa breytu hérna, þannig við getum alveg bara fjarlægt hana.
og þá er oft gott líka að setja svona og svona er þetta spurning hvað gerist núna. Nei, hún Pretty lagaði þetta ekki eins og hitt hina leiðina. Þannig að þá erum við að lesa þetta svona. Fetchaðu þessa slóð. Síðan taktu responsið og gerðu console log. Gríftu villu og loggaðu hann út. Þannig að þannig getum við lesið þetta bara svona í gegn. Og error eitthvað svona skilgreiningu þegar eða bara eitthvað? Það er bara eitthvað sem kemur. Þannig að ef ég setja hérna eitthvað, bara eitthvað annað svona og ég reyni að keyra þetta og þá fæ ég hérna network error when attempting to fetch resource. Ok, og þetta hérna loggast nákvæmlega út hér. Þannig að ég geti svona gat ekki sótt gögn og þá fæ ég hérna gat ekki sótt gögn og þá fæ ég síðan villuna. Þannig að þarna er ég raun að grípa villuna og þá get ég brugðist við. Þá get ég sagt eitthvað hérna, úps, gat ekki sótt gögnin. Þá er ég núna sagt, með þetta og núna allt í einu forritið mitt orðið miklu flóknara. Af því að nú er ég allt í einu komið með eitthvað sem að sækir gögn. En þegar ég klára þetta, þú veist, þá er ég ekkert að fara að vera með en gögn hér. Þannig að þú veist, ég er allt í einu ekki að skila neinu hérna. Þannig að núna þarf ég einhvern veginn að láta þetta og þetta tala saman. Þannig að ég keyri þetta hérna, gerir ráð fyrir að fá gögnin, en ég fæ ekkert gögnin fyrir setna, bý til einhvern lista, bæti einhverju við listan og það birtist ekki neitt. Út af því að gögnin koma setna. Þannig að ég þarf einhvern veginn að geta kúpla saman að þetta hérna klárist og ég keyri þetta við það að ég actually skrifi út niðurstöðunar. Og þar komum við inn í svona asynchronous forritun, ósamstilta forritun eða ósamfasa forritun. Það sem forritun okkar verða enn síður að við keyrum það frá línu 1 til línu n, heldur keyrir það frá línu 1 til línu 10, svo keyrir eitthvað annað fall sem keyrir línu 20, svo keyrir eitthvað annað fall við event handler línu 30, þegar og það, þá sækir ég einhver gögn með vefþjónustu, þannig að forritið okkar er bara svona orðin einhver algjört spagetti. Og þá fer að skipta máli að skipuleggja sig vel. En svona til þess að svona setja eitthvað smá hérna, þá er í fyrsta kastið að þessu, við værum að færa þetta, fjarlæga þetta og gera þetta svona. Hafa þetta hérna saman, taka þetta og setja það hingað og þá getum við gert eitthvað eins og list.append child tökum bara þetta sæki gögn svo segjum við empty list og bætum við 9 þá fæ ég hérna sæki gögn og svo kemur Stephen King sæki gögn, Stephen King sæki gögn er birt þá því aðeins að við erum ekki búin að fá annarkvort uppfyllingu á promisunum okkar eða villu. Þannig að við getum þá aftur gert hér. Svona og svona. Villa. Og þá get ég sagt aftur eitthvað hérna. Þá kemur villa strax. Út af því að það tekur miklu hægari tíma, skemmri tíma fyrir ekki, að komast að því að þetta dómin er ekki til. Það er flett upp því hvort það sé til eitthvað þessi slóð, tekur bara 10-50 millisekundur. Þannig að við sjáum í raun aldrei þetta sæki gögn, en það bara er svo hratt að komast að því að þetta er ólöglegt. Þetta empty list. Sjá, byrju. Þannig að núna kemur hérna sæki gögn Stephen King. Það er hérna. Já, ok, hvað segir þið? Já, þú skrifaði hérna empty list fyrir framan append child. Það var að taka að Stephen King. Þetta í burtu. Já. Að þegar við gerum þetta ekki, sem er svo sem líka allt í lagi til að sýna fram á hvað gerist, þá kemur það bara bætist við. Þannig þá sjáum við, kemur
og þú veist, þetta næstu því instant, en þetta ekki instant. Og leið og þetta ekki instant, þá getur alveg eins gerst margar mínútur í framtíðinni. Af því að, þú veist, þá verður við að fara að hugsa þetta sem eitthvað sem tekur ekki, annarkvort þetta instant eða ekki. Að þetta sé næstu því, þetta sé bara svona nokkur hratt, ekki nóg. Þannig að þetta verkefni 9, í rauninni að taka svona og sækja sér gögn. Þannig að ef við klárum það bara hérna, af því að þá fáum við sem sagt aftur, ef við kallum í response.json.then data, af því að þá í rauninni það sem við þurfum að gera að taka JSON, taka efnið sem við fáum frá vefþjónustunni, kasta því yfir JSON með að kalla þetta .json sem líka skila promise, aftur að segja then þar, taka síðan data og segja síðan for doc in data.docs const, þá ætlum við að segja eitthvað svona append doc.author. Hvað er verið að kvarta yfir núna? Já, þú veist, þetta eitthvað svona, segjum þessu bara hérna, ekki baka mig. Ok, sækja gögn, villa, argument 1 is not an object, ok, ég líklegast að kalla eitthvað sem ekki til. Sjá, gerum svona, docs, author, byrjum við, fyrir minna, voru ekki með, nei, það var eitthvað annars þar, open new tab. Og þetta bara extension í Firefox sem heitir bara JSON formatter, sem mjög þægilegt að nota. Þannig að þá séum við hérna name, já, ég sagði author en ekki name. Þannig að gefum name, aftur villa, argument 1 is not an object, aftur í sama, í 18, gerum bara console log doc, það 0, þannig að, já, data.docs, data.docs, já, ég að gera vitlaust, það að vera off, af því annars erum við að taka 0 sem fyrsta indexið, í stæðan fyrir að fara að taka fyrsta objectið, að þetta array af objectum. Þannig að ég voru að fá 0, 1, 2, 3 í stæðan fyrir að fá, þú veist, actually bara objectið allt. Þannig að ef við lokum þetta svona, yes, þá fáum við alla Stefánana. Ok. Þetta ennþá að lóta eða ég sækja gögn ennþá? Af því að ég tók það út hérna. Svona. Búm. Örvarnar í skjálfinu, þetta svona. Já, þetta er svona ligature. Ég gleymdi að slökkva á þessu, en ég hef gert það seinast. Það er hérna að gera þetta svona. Þá sér þið hérna miklu ljótara litur. Herri, gott í dag. Við höldum áfram með þetta í næsta tíma.